Já, það kominn maður hér til mín að rauðaborðinu sem að ég hef lengi haft hug á að ræða við og kynnast betur. Hann tónlistarmaður, kennari og gaggrínandi og það kannski ekki síst gaggrínin skrifans músík sem stundum valda einhverjum hávaða í okkar litla samfélagi. En maðurinn eins og þið kannski getið ykkur til, Jónas Sen. Vertu velkomin, Jónas. Hvað fyrir? Ég veit ekki alveg hvað að byrja, en mig langar svolítið til að kynnast þér og svona þínum tónlistarferli, hvernig hann var til og hvað þú hefur verið að gera áður en við förum kannski meira út í samfélagsmálin, ef svo mætti segja. Já. Þú fæddur 1962. Já. Ólstu upp hjá foreldrum sem höfðu atvinnu músík eða? Já, pabbi var fiðluleikari og var annar konsertmeistari í symfóníunni. Já. Þannig að ég dálítið alinn upp í klassískri tónlist. Já. Og þeir voru oft með svona kammermúsíkæfingar í stofunni heima Já. Ég líka alinn upp í andúð á poptónlist. Það? Já, það var þannig að það var eiginlega það var bæði andúð á poptónlist og andúð á nútíma akademískri nútímatónlist. Pabbi átti fullt af skambissum og rifflum og haglabissum og svona og þetta var ekki læst í einhverjum skáp. Nei. Þetta var bara að hekka á veggjónum í kringum eldhúsið og byssukúlurnar voru ekki geymdar í læstum skáp heldur í opinni skúffu undir vínskapnum. Þannig að ég hefði hvenær sem einn getur bara tekið skambissu og hlaðið hana og farið og skotið í leikfimiskennarinn. Já. Þannig að þetta var svona dálítið merkilegt uppeldi sem maður fékk og pabbi sagði að þegar hann var spurður hvað notar byssurnar í og hann sagði ég nota þær á tónskaldin. Svo var poptónlistin bönnuð og það var alveg bara það var eitthvað svona sem bara alltaf þegar poptónlist í útvarpinu þá hljóp alltaf mamma til að slökkta útvarpinu. Það var bara þannig. Og þannig að svo kynntist ég honum Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Já. Því að konan hans og eldri systir mín voru mikla vinkonur. Þannig að Villi var mikið á heimilinu Já. Og hann bað mig að spila píanópartin í upptökunni að Söknuði. Já. Og þá var ég 12 ára og ég og svona efnilegu píanónemandi og mér varst þetta að vera svo mikið fyrir neða mína virðingu að taka þátt í einhverju poplagi og vera að spila einhverju popupptöku. Þannig ég sagði nei og ég sé eftir í alla ævi Já, ég trúi því. Hann fékk Karl Billy í staðinn til þess að spila píanó. En það búið að innprenta þér þarna ákveðin hroka gagnvart þessari músík en sá hroki væntanlega hrokin úr í dag. Já, svo náttúrulega hef ég aðeins komið nálægt öðruvísi tónlist og túraði með rockhljómsveit tíðanbili og þannig að í dag ég bara alveg tónlist. Já. Já. En þú nefndir leikfimikennarann, hann kom fyrstur upp í hugan ef þú ætlar að beita þessum skotvögnum, fannst þér leiðilegt í leikfimi? Alveg hrikalega. Ég frekar lítið fyrir leikfimisæfingar. Já. En maður verður víst þegar ég er komin á aldur, komin á virðulegan aldur, maður verður víst að hreyfa sig eitthvað Já. En það alltaf fyrsta sem að fer ef eitthvað kemur upp á því miður. Já. Þannig að þetta eitthvað sem ég þarf að taka mig á í. Ok. En þú nefndir að þú hefði verið efnilegur píanóleikari og ég held nú kannski að það sé síst ofmælt svona með það sem ég hef heyrt. Varst ekki bara nálægt í að vera undrabarn í músík? Ég veit það nú ekki en ég byrjaði nú ekki sérstaklega snemma eins og maður heyrir að börn að byrja 4-5 ára Ég var nú orðið 9 ára þegar ég fekk loksins að læra á píanó. Og þá var ég búin að vera rell í mömmu í 2 ár Já. En svo fór ég að læra píanó, ég var fljótur var farin að spila erfið verk mjög snemma líklega of snemma Heldurðu það? Já, það er ekki gott að píanónemendur komist hjá því að sinna ákveðnum undirstöðum Nei. Og
þannig að svona allir mér ákveðnum vandamálum síðar held ég sko. Já, það held ég sko. Já, en eins og oft með litla Ísland að efnilegum nemyndum hampað sem stórstjörnum og svo rekast þær kannski svolítið á vegg þegar það fara út fyrir landsteinan. Átti það eftir að koma fyrir þig? Já, sko, ég fór í framhaldsnám til Parísar þegar ég var 18 ára og þá bjó ég sko á svona garði sko í útjaðri Parísar sem að hét Foyer Maurice Ravel kenti tónskáldið franska og þetta var svona garður sem samastóð af 100 stúdíóíbúðum á 5 hæðum og þar voru sko 75 píanóleikarar. Já. Og ég hafði kannski verið svona bestur eða einn af þeim bestu í tónskólum í Reykjavík þegar ég var 17-18 ára. En allt í einu kem ég þetta út sko og þá uppgötaði það bara fullt af mjög góðum píanóleikurum og það er staðreynd. Það er bara alveg rosalega mikið alveg frábærum píanóleikurum og fæstir af þeim komast eitthvað áfram í sínum ferli. Það er bara þannig, en þetta er ekki bara spurning um hæfileika og getu, þetta er spurning líka sko að vera með rétta persónuleikan og að vera með svona dálítið svona, hvað við segja, svona dálítið, þetta þarf að vera ákveðin þráhyggja sko og þú verður að vera heppin, það er mjög mikið atriði sko að vera heppin og vera með réttu samböndir og svona sko, þannig að og ég bara fann það einhvern veginn sko svona smátt og smátt sko, þetta kannski bara átt ekkert svo mikið við mig sko, sita klukktímanum saman og vera að æfa mig á píanóið og svo síðar sko fór ég í framhaldsnám til London, fór í háskólanám og þetta var háskóli City University með mjög svona framsækjari tónlistardeild og þar fór ég að skrifa mastersritgerð á ensku og þá svona uppgötaði það ég gat skrifað og fór mér að finnast mjög gaman að skrifa tónlist og vissi samt ekki alveg hvað vettvang ég hefði fyrir utan þessari ritgerð. Svo gerist það sko 2-3 árum seinna ég stattur á götuhorni í Reykjavík og svona sko nýkomin í aðeins dýrara leiguhúsnæði og bara blankur og rakst á frænda minn Hrafn Jökulsson og þá var hann að skrifa bókmyndagagnrýni á pressunni, gömlu pressunni sko og það var eftir að Gunnar Smári hafði verið rekinn þaðan og var búinn að stofna inntakan til höfuðspressunnar sko og var þessi 2 svona samkeppnisblöð sko og Hrafn var að skrifa fyrir pressuna og ég spurði hann bara hvort það vantaði kannski tónlistagagnrýnanda og hann sagðist alltaf aðtúa það og svo hringdi hann í mig kvöld og sagðist hann með 6 geisladiska fyrir mig. Þetta var desember 1993. Já. Og síðan hefur verið að? Meira og minna sleitulaust. Já. Bökkum samt aðeins, ég ætla að ræða við skrifin betur og eftir og þú hefur vakið sérstaklega athygli mína fyrir, ég vil segja, frábæran stíl og sögur sem þú segir í þinni gagnrýni, það er svo sannarlega ekki að færi allara kritikara að skrifa gagnrýni með þeim hætti sem þú gerir. En ef við bökkum aðeins, ertu sem sagt búin með því svo kallaða 8. stig þarna 17-18 ára þegar þú ferð til Parísar? Já, ég tók einleikarpróf. Já. Þannig að ég var búin að taka sko, þetta var nú svona ekkit sérstaklega, þið voru ekkit voðalega formlegir í tónlistarskólum í Reykjavík á þessum árum, þannig að ég tók bara 2 stigspróf. Já. Og seinna stigspróf tók ég því ég var 14 ára og svo tók ég bara einleikarpróf því ég var 17. Já. Manstu efnisskrána þína? Já, ég spilaði fyrst Busoni útsetninguna á Tokkut og Fúk eftir Bach í D-moll, þessa frægu. Svo spilaði ég Sonat Opus 2 nr. 3 eftir Beethoven. Svo eftir hliða spilaði ég Tokkutur eftir Schumann og La Campanella eftir Liszt og 4. píanósonatuna eftir Scriabin. Já. Og þú manst þetta alveg eins og það hafi gerst í gær? Já, þetta var í Austurbæ-bíói og gekk bara nokkuð vel minni mig sko. Já. Það er allan stórslýslaust held ég. Er það ekki? Það held ég og svo spilaði, það var líka bara að spila einleik með symfóníunni og spilaði ég þess að 1. píanókonstin eftir Liszt. Já. Hann er nú nokkuð snúin eða ekki? Hann er mjög snúin sko. Og hvernig gekk að komast í gegnum? Svona þokkalega. Að vísu heyrði ég upptök á því síðar sem ég fannst alveg ömuleg. Já.
Þannig að ég held nú að einlegstónleikarnir hafi gengið betur. Já. Ég held það, sko. En þarna ertu með náttúrulega mikil tækifæri og spennandi umhverfi. Hver voru þín uppáhalds tónskáld á þessum tíma? Það er nú líklega bara sama í dag, sko. Ég held alveg gríðarlega upp á, sko, svo mörg tónskáld fyrir unni, sko. Og ég held upp á Beethoven og Mozart og ég held alveg og ennþá Skriabin mjög mikið og Rachmaninoff og Liszt og Chopin, sko. Og Schumann, sko, náttúrulega fyrst mér æðislegur. Ég er nú tengdur honum ættarböndum. Nú? Já, þannig að, sko, að ömmubróðir minn, hann átti konu sem var þýsk og hún var sem sagt, held ég, langafi hennar eitthvað svoleiðis, var föðubróðir Klöru Schumann. Já. Þannig að, sko, hann er ekki frændi minn en hann tengist samt. Skemmtilegt, sko. Þetta er mjög áhugavert. Hefurðu spilað þarna píanókonsertin sem Schumann er sagður hafa skrifað Klöru sem ástarbréf? Nei, ég hef ekki spilað hann. Nei. En hann er alveg óskaplega fallegur. Já, hann er fallegur. Já. Svo held ég, það er svona, já, nokkuð svona uppáhaldsverk til Schumann, svo þetta fyrstu píanósond, físmál, fantasían í C-dúr og ég spilað, sko, eina sem fyrir utan tokkutuna, þetta er Schumann, þá hef ég spilað Kreisler hérna. Já. Ég spilaði þetta aldrei mikið. Já, sko, varstu einmana? Já, þegar ég var, sko, ég á bók eftir eitthvað framamann í tónlistarlífinu í Ísrael, sem er svona handbók ætlu foreldrum til þess að velja réttu hljóðfæri fyrir börnin sín. Já. Og það talar hann sko að píanóið henda alls ekki á öllum börnum. Nei. Og það sé svona fyrst og fremst fyrir svona börn sem er svona náttúrulegir lónerar. Og ég veit nú ekki hvort að ég var náttúrulegur lóner, ég held nú ekki. Mér fannst þetta, þegar ég fór til Parísar, ég var 18 ára, þetta var í rauninni kannski ekki voðalega sniðugt. Ég talaði ekki fransku til dæmis. Og var sendur eitthvað svona intensíft námskeið í fransku í Besançon, á landsbyggðinni í Fraklandi. Og varð aldrei neitt sérstaklega góður í fransku okkur ástæðum. Flesti vinir mínir voru sko Íslendingar eða bandaríkjamenn. Þannig að ég náði ekki alveg að tengjast frökkunum svo mjög. Nei. Það er svolítið snúið að hafa náð þessum aldri sem þú ert á og þú náttúrulega læra svo margt annað. Þú hefði þurft að heimsækja París 4 ára gamall. Já, einmitt. Já, en sko draumurinn var á einhverjum tímapunkti að verða einleikari. Já, það var það. Já. Og ef hjólinn hefði snúist einhvern veginn öðruvísi þá hefði það getað gengið? Já, sko, það sem að flækir þetta er það, sko, ég fekk ákveðin taugasjúkdóm. Já. Sem að heitir á ensku focal dystonia. Hefur heyrtu það? Nei. Það þýðir á íslensku að kalla staðbundin vöðvaspennu truflun. Já. Og þetta er þannig sem gerðist var það að þegar ég var svona upp 23 ára og fór ég taka til því að það voru ákveðna hreyfingar, einfaldar hreyfingar með hægri hendri, sem ég bara hættur að geta gert. Og en það var engin sársauki eða neitt svoleið, sko. Þetta er ekki sko geðrætt sjúkdómur. Þetta er bara truflun í heilanum, sko. Já. Og það hafa verið nokkri frægir sem hafa fengið þetta. Og svo frægist er Leon Fleischer sem var síðar þekktur sem eitt svona helsti píanókennari síns tíma, eða hann er ekki langt síðan þá, og var mjög eftirsóttur kennari. Og þegar hann var byrjað sem koncertpíanisti og þegar hann var 36 ára fór hann að taka til því að hann hættur að geta að spila áttundir með vinstri hendinni. Og það var þannig sko að spila áttundir, þú veist, að svona sko. En það sem gerðist í honum var það að þessi, sem sagt, að baugfingur og ytterfingur fór að krækjast undir lófan í staði fyrir að vera útréttur. Já. Og fór að hætta að geta spila áttundir og hann var bara
hann náttúrulega fór í djúpt þunglindi og bara taka eigið líf á tímabili. Svo fann hann sig bara sem kennara í staðinn og hann spilaði eitthvað bara með annarri hendinni. Hvort það væri hægri hendinni, ég man ekki hvort það væri hægri eða vinstri hendinni, en allavega annars, þannig að hann svona frægur. Svo annar Gary Graffman, já. Það var líka frægur píanisti sem að líka fór að missa getuna að spila áttundur og já, þannig að þetta svona stort mál, Og þessa utan sá ég einhvers staðar að meiðsli hjá hljóðfæraleikurum eru jafnvel algengar en hjá íþróttafólki. Já, það það Ég nefnilega, þegar ég fór til London, þá var hún 27 ára, þá var mastersritgerð mín fjallað atvinnusjúkdóma tónlistarfólks, eða reyndar að píanóleikara, Þannig að ég fekk að kynnast þessu mjög vel og ég fylgdist með sérfræðingur sem eru svona sérfræðingar í að hjálpa tónlistarfólki og oft þetta röng beiting líkamanns. Fólk lærir einhverja vitlausar hreyfingar og ég var tekin í þannig prógram. Ég var í tímum hjá Karolu Grindi sem var nú yfir EBTA eða Evrópusambandi píanókennara. Og ég var hjá henni í einn vetur og hún var að bara endur þjálfa mig og ég náði þessu nú að komast yfir þetta með hægri hendinni, en það fór þetta að bera á þessu líka í vinstri hendinni. Þannig ég hef aldrei alveg verið laus við þetta. Ég get alveg spila en ég kannski bara svona 20% því sem ég var þegar ég var yngri 20% því sem 30%. Hvað varstu mörg prósent þegar þú varst með geggjaðar hljóðupptökur með Björk? Já, það aðeins öðruvísi, það krefst alls annars af manni heldur að spila eitthvað svona virtuósa hluti eins og þú veist þegar maður að spila list eða skrjapin eitthvað svona þetta er svo rosalega mikið líkamlegt en með Björk þá var þetta alltaf ekki svona flókið. Ekki tæknilega Nei, en þetta eru mjög skemmtilegar upptökur sem ég hef reykst á. Já. Og varstu mikið með henni? Svona? Já, það var þannig að einmitt þetta þegar ég fór til London og þá bjó ég í íbúð sem að var í Bethnal Green hverfinu í austurhluta London og sá sem hafði kærastinn hennar Bjarkar þáverandi, hann hafði búið í íbúðinni ári áður þannig eða 2 árum áður þannig að hún vissi af þessu hún á þessum tíma þá var hún að fara að gera fyrstu sóluplötuna sína debut sem hún átti eitthvað peninga þannig að hún spurði mig hvort hún mætti gista hjá mér í einhverjar vikur meðan hún var að vinna með breskum tónlistamönnum þannig að ég sagði það bara verið bara gaman þannig að hún kom til mín í september 1990 og þá bjó ég þetta var svona tiltölulega stór íbúð á mælikvarða fátæks tónlistamanns eða tónlistarnemanda það voru 2 setbergi pínulítil og í öðru svaf ég í tínu og gólfinu og í hinu setberginu var ég með flíil sem ég leigði og þannig að það var ekkert pláss fyrir Björk bara undir flíklinn þannig að hún svaf það alltaf Ég hef einu sinni lent í þessu sjálfur ég keypti flíil handa sjálfur mér án þess að kunna nokkuð á píanó en mér bara langaði til þess að eiga flíil og ég var í litlu leiguhúsnæði á Skólavörðustígnum og eina plássið fyrir mig til þess að sofa það var á dínu undir flílinu. Já, það var kósí Það er mjög kósí. En ef þú hnerrar eða hóstar eða eitthvað svoleiðis á drynur hann sig vel í. Já, einmitt, það er rétt það er alveg hljómbott þetta fyrir ofan og hrítur, það var ekki gott. Nei, einmitt. En eru þið Björk vinir í dag? Já. Bara við, náttúrulega, hún sem sagt, eins og ég segi, ég kynntist henni þarna, ég var ekkert að vinna með henni þá, Það gerist löngu seinna. Þá fór ég að, túraði með henni á árunum 2007-2008. Svo aftur aðeins í, 2011 og 2013. Og svo gerðum við, sem sagt, nótnabók.
Já. Með voru nokkur allmörg lög eftir hana sem að við útsettum fyrir sko hljómbúrsljóðfæri, ég minnst orgel eða selestuða, sembal eða piano. Já. Og skrifa út alltaf sko söngin líka sko, að fólk geti þá bara spila þessi lög sko. Já. Eða flutt þessi lög sko, þá svona meira kannski svo ljóðasöngur. Já. Það svona til marks að þú hefur komið víða við. Já. Einhvern tímann nefndirðu við mig að þú hefðir stundum verið inn á heimili Askenasi. Já, það nú önnur saga. Það önnur saga, því, sko. Já, ég, sko, sonur hans, elsti sonur Askenasi hjónanna, sem að heiti Vladimir Stefán, kallar alltaf Stebba, hann kallar sig Vofka í dag. Já. Hann var ári eldri en ég og við verðum mjög góði vinir þegar við vorum í tónlistarskólanum. Sko, ég var að læra hjá Árna Kristjánssyni og hann hjá Rögnvaldi Sigurjónssyni. Já. Og þannig að við verðum mjög bara samloka, sko, við vorum bara alltaf saman, sko. Og þannig að ég fór að vera mjög mikið á heimilinu. Þeirra, sko. Voru að spila fjórhend líka? Það var bara aðlega einhverjum djóki, sko. Já, mitt. Og en sem sagt, sko, já, þannig að ég var oft bara á hverjum degi á Askenasheimilinu og þannig að foreldrar voru megni á árinu og ferðalögum. Já. Þannig að það var þetta badfóstra sem sá börnin, sko. Já. Voru þetta 4, svo bættist 5. barnið við setna, sko. Og það var mjög gaman. Það, sko, hann var, man ekki hvað margir flíklar á heimilinu. Það var þetta í Brekkugerði. Brekkugerði 8, ef mann rétt. Heldur það hafi verið 3? Já, allavega 3, sko. Það var stúdíó sem var með 2 hurðum svona til þess að hljóða einangra, en það var einangra nú ekki alveg fullkomlega. Þar voru 2 stórir sem satt steinvegflíklar og það sem að einkenni þá voru að vera rosalega mikið að slítum streng. Þannig að þetta var svona svo spagetti í svona strengjum sem upp úr Spagetti Steinveg. Svo var sko einn flýill held Beckstein minni mig sem var inn í stofunni, sko. Og svo var þetta hljómflutningsgræður út allt hús, sko. Þannig að, sko, og ég til dæmis minningar, sko, já, við hliðina á stúdíónu var svona herbyggi, stórt herbyggi, það var borðtennisborð. Þannig að við Stefán, við vorum ofta að spila borðtennis, sko. Og svo þegar pappans var heima, þá var hann að æfa sig. Þannig að þá heyrði maður, ég man eftir því að við vorum að spila borðtennis og pappas var að æfa hérna í Ettíu til Rachmaninoff og ég man, sko, þú veist að þetta ekkert löng Ettíu en hann tók sér seinni hlutan og spilaði hann aftur og aftur í fullum hraða svona 20-30 sinnum, sko á þess að gera mistök, sko hann var með svona, sko hann sagði það, þú veist, ef þú ert að æfa verk og svo nærðið einhverju svona erfiðum stað þá var það bara heppni. Þannig að ef þú getur spilað 10 sinnum í röð og gera mistök, þá ertu bara ná hann. Þannig að þú veist að þetta var bara hann æði sig, þú veist, það var alveg rosalega mikið, sko. Enda fekk hann liðagigt, en svo hendurvíst marga píanista, bara slitgigt. Og hætti náttúrulega alveg að spila. Já, en það eru líka, sko, hljóðritanir eftir hann út allan heim frá þessum tíma. Já. Og alveg gríðarlega margar upptökur sem að... Hann einhver mest, sko, upptekni píanistinn. Já. Ég held að hann hefði bara búin að taka upp alveg rosalega mikið, allan Chopin, mjög mikið, ég held að allan Rachmaninoff og allar Beethoven, ég veit ekki með Mozart, en allar píanókonstir allar hana, sko. Þetta alveg stórfenglegu píanóleikur. Já, alveg, það var einn af mínum uppáhalds. Já, en sko, það eru örugglega ekki allir sem skilja hvað þú ert að tala þegar þú segir að talar strengina eins og spagetti. Já. Af hverju voru strengirnir svona útleiknir? Þetta var svo mikil átök. Og sko, þegar maður slítur streng í píanói, það er bara eins og byssuskot. Og það er rosalegur hávaði, sko. Og hann bara... Er það bara hver fastan? Já, svo var þetta sérstaklega þyngdir flíklar, sko. Áslátturinn var þyngdur. Já. Þannig að það var alveg opaslega erfitt að spila þessa flíkla. Já. Nei, alveg tala, það var bara átök, sko. Já, ég trúi því. En eru svona krúsidúlur algengar í hljóðveri hjá atvinnupíanistum í klassískri músík? Nei, þetta náttúrulega bara gert við þetta eins og skot. Já.
en sem sagt allavega, nei, það ég veit ekki hvernig þetta sko. Það var alltaf bara hans æfingastúdíó, það sem hann æfði sig. Já. Hvar væri íslensk tónlist stödd ef Askenasi hefði ekki orðið ástofangin af íslenskri konu og komið hingað hér? Já, það var alveg gríðarleg lyftistöng fyrir íslensk tónlistarlíf. Ómælt, sko, hann var náttúrulega hvatamaður því að það hefði byggt tónlistarhús og var alltaf að hamra á því. Og svo náttúrulega var hann, flutt hann inn svona fremstu einleikarana, þú veist, eins og Itzhak Perlman og Barenboim og fleiri, sko. Einmitt. Og þannig að hann náttúrulega bara ótrúlega vítaminsbrauta fyrir tónlistarlífið. Eins og svo sem ýmsir aðri líka, eins og hann Árni Heimir rekur nú í sinni bók, hvað hét hún aftur, Tónar útlaðana. Já, gott er ekki. Sem sagt Urbansits og þú veist Robert Abraham og Hans Edelstein og svona sko, landflotta gyðinga sem að fluttu hingað flúðu undan Hitler. Já. Og náttúrulega bara lyftu tónlistarlífinu upp á annað plan. Já. Við ein og sér í okkar vaðmáli með okkar gömlu 500 og langspill, við sætum ekki við sama borði ef við höfum ekki notið góðs af öllum þessum stórfenglegu útlendingum sem komu hingað. Það getur verið ágætt að minna á það núna á okkar tímum. Og svo náttúrulega af því við erum að fara að tala fólk sem skipti í máli og skóp nýja sögu, þá náttúrulega bara manneski eins og Björk líka. Já. Þetta er engin smá áhrif. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt, sko. Já, einmitt. Sko, þegar þú komst að því að þú yrðir ekki einleikari, lá þá beint við að fara út í kennslu auk þess sem að þú nefndir að þú byrjaðir að skrifa þarna í blað, kritík? Já, sko... Hvað gerir maður í þeim spórum? Já, það fór nú að skrifa meir bara kritík. Pressunni fór líka, var með hálsmánaðlega pistla svartagaldur. Já, ég var að kenna fólki lesendur pressunar að stunda vúdúgaldra. Það var svona ýmislegt sko, sem maður var að gera sko, ástargaldra og eitthvað svona sko. Það var voða vinsæli pistlar. Já. Og sko svo náttúrulega auðvitað var ég að kenna líka og ég var nú ekkert mjög sáttur við það að kenna fyrst. Ég var ekki, ég hafði lítinn áhuga á því. En síðan hefur það spátt breyst og í dag finnst mér bara mjög gaman að kenna og hefur bara mikil áhuga á kennslu. Já. Og náttúrulega, hún er náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Já. Þú veist að, ég tala nú ekki bara að kenna börnum rétt frá byrjun. Einmitt. Það skiptir máli. Svana, mamma Víkings Heiðars, sem lauk sínum farsæla kennsluferli í fyrra. Já. Hún flutti við svona kveðju athöfn alveg ótrúlega fallega ræðu mikilvægi tónlistarkennarans. Já. Að það liggja náttúrulega örlög ansi margra í höndum kennarans. Já. Og skipti miklu máli hvernig á haldið. Erla Stefansdóttir sem var Skygna, konan, hún kenndi Víkingi fyrst. Já. Skilst mér. Já, einmitt. Hann var nefandi í tónmenntaskólanum, þar sem ég kenni núna. Já, akkurat. Hvað finnst þér Víking Heiðar? Ég er bara mikill aðdáandi. Já. Náttúrulega alveg rosalega hæfileika ríkur og mjög vel gefinn og svona, hann hefur einhvern veginn allt í þetta sko. Líka bara hann er með svona einhvern veginn rétta persónuleikann í þetta. Já. Þú veist, og svo hvernig hann sko, hann tekst svo vel að ná til fólks þegar hann er að segja frá. Líka oft á tónleikum, hann tala mjög mikið á tónleikum. Og hann gerir það mjög vel sko. Þannig að það er náttúrulega bara undravert hversu langt hann hefur náð. Það er undravert. Já, í alvörunni sko. Eins og ég sagði áðan að það er svo mikið af píanóleikum til. Þetta er ekkert sjálfgefið. En það skilst mér, minnir hann hafi sagt í einhverju viðtali sko, sem ég heyrði
að Ásgeir var hjálpa honum mjög mikið. Já. Það var þannig að hann var, skilst þegar var sko svona búinn með sitt nám og var svona velta fyrir sér hérna hvað gerir maður núna eiginlega, þú veist, hvernig maður komir áfram sko. Þetta er hann ekki keppnispíanisti. Ég veit að hann komst ekki einu sinni í úrslit í Van Cliburn keppninni sem að var, ég man ekki hvernig það var 2009 þannig en hann sendi geisladisk held ég á Ásgeirasi. Ásgeirasi var mjög hrifinn, þannig að ég held að Ásgeirasi sé mjög mikið til þess að hafi gert honum mjög mikið sko greitt götu hans. Hann náttúrulega fekk hérna umboðsmann sem var umboðsmaður Ásgeirasis. Þarna Jasper Parrott heitir hann. Já. Því það ekki Jasper Páfakökur. Jú. Tókst þú sjálfur þátt í einhverjum svona píanókeppnum? Nei. Það eru skiptar skoðanir þær. Já, einmitt sko. Já. En sko hefurðu sem kennari núna til langs tíma hefurðu fundið stundum mikinn efni við eða þetta aðalega bara að krakkar svona þroski sinn heila og líf og hérna sko, börn eru mjög ólík. Já. Og hæfileikar eru mjög misskiptir. Þeim mjög misskipt. Þannig að það eru ég hef verið með börn sem eru mjög hæfileikarík og hafa náð töluvert land sko. Og þannig að þetta byggist aldrei mikið á hæfileikum en sko maður eru ekki ætlast til þess að öll börn séu með einhver rosa mikla hæfileika. Fæst börn verða tónlistar menn og endur það ekki markmið með píanókennslunni sko. Það er kannski bara það bara bónus sem fylgir þá í örfáum tilvikum, þannig séð. En það þarf náttúrulega stundir það sko. Það verður að sinna þessu almennilega og ég var nú einmitt að skrifa lesta skoðanagrein á Vísi sko, bara núna fyrir nokkru dögum sem ég var að tala um þetta að tónlistarnám hvílir á 3 stólpum. Það er sem sagt ástundun nemandans og það er fagmennska kennarans og kennarinn sinni vinnu og svo er það aðhald foreldrana. Og foreldrarnir nefnilega eru partur á jöfnunni sko. Foreldrarnir verða að sinna sínu, þau verða að veita börnunum aðhald og hvetja til að æfa sig á hverjum degi. Það er ekki að ætlast til þess að lítil börn þó ég vil, 9 og 10 ára eða hvað þá yngri sko, að þau bara muna alltaf eftir í dag verði ég að æfa mig. Þú veist, og nú er klukkan 3 og ég verði að æfa mig, það er ekki, þú veist, það er foreldrarnir verða að sjá þetta sko. Þannig að mér minnir að þú skrifir í þessum pistli eitthvað um foreldri sem þykist vera að hissa þegar það mætir með barninu sínu og það kemur á daginn að hérna, hvað sér, gleymdu við að æfa okkur? Það er brjálað að gera í vikunni. Já, bara brjálað að gera. Þannig að sko, og málið ennabla, sko, sumir einstaka foreldrar sem halda það, sko, píanókenni að vera einhver skemmtikraftur. Þetta hefur verið rosalega skemmtilegt alltaf og leið og þetta verður ekki nógu skemmtilegt þá bara hætta þau sko. Það er alveg til börn sem að bara eins og foreldrar átti sig ekki á því að sko í öllu svona ferli að maður er að þjálfa með sér einhverja færni og verða góður í einhverju að koma alltaf tímabil sem eru skilur, sem að eru hérna, þú veist, maður þarf að koma sér gegnum þau tímabil, maður ekki bara gefast upp. Og þannig að ég hnekslar að eitthvað sko sem er foreldrar verið bara ekki átt að segja á sig sko. Og þannig að eins og ég segi sko, aðhald foreldrarna skiptir með miklu máli og það þarf að vera samvinna milli tónlistarkennarans og foreldrarna. Það er mjög mikilvægt sko. Ég spurði klassískar tónlistarkonur sem voru með konsert á sunnudaginn í Hörpu. Það eru íslenskar en önnur býr í Bandaríkjunum og hinn í London. Hitti þær í síðustu viku og ég spurði þegar maður er komin eins langt og þið eru allir ungir tónlistamenn börn atvinnu tónlistarmanna. Nei, sögðu það er reyndar mjög algengt. En það sem að allir foreldrarnir eiga sameiginlegt mjög mikill áhugi einmitt og eftirfylgni. Þannig að það rímar við þetta sem þú segir. Alveg sko. Já.
En eigum við þá að vinda okkur, Jónas, yfir í svolítið heita kartöflu sem hérna hvernig þú hefur sem sagt þorað að skrifa músík svona bara eins og þú væri stallur í milljóna samfélagi, kannski New York eða Tokyo eða eitthvað, ég veit það ekki. Þú sem sagt neitar að taka þátt í þessari íslensku íþrótt af því að við erum svo fá og af því að við höfum tilfinningar, þá neitar að taka þátt í því að vera meðvirkur, þú skrifar bara það sem þér finnst að þurfa að skrifa í kritík. Já, ég er nú ég er nú á kínversku vættum og átti þess að kínverskar afa en ég heiti í höfuð að báðum öfum mínum og hinn afi minn sem héti Jónas, það var Jónas Þorbergsson sem var fyrsti útvarpsstjórinn og var útvarpsstjóri í 23 ár og hann var þar áður það hafa verið ritstjóri Tímans og svo líka Dags og Akureyri. Já, þú ert svona stórættaður. Já, og Hannes Hólmstedt sagði einhvern tímann afa minna, hann hefði verið einhver orðuljótasti blaðamaður í íslenski blaðamannastétt og það er sennilega eitthvað til í því því að hann gat verið alveg rosalega hvers alveg eitraður þegar hann var að hann var alltaf framsóknarmaður og var að, í þessari pólitísku orrahríð, þannig að hann gat verið bara mjög harður. Beittur. Já, mjög beittur. Kínverski afi minn var háskólaprófessor í sem heitir núna Xiamen, enda reyndar ævi sína í Shanghai og hann hét Guiting og ég heiti í höfuð honum líka og það þýðir, Guiting þýðir hinn heiðalegi. Skilur þegar ég er alveg upp við það vera heiðalegur og þannig að ég einhvern veginn tók þetta dálítið til mín sem gagnrýni ef maður að skrifa gagnrýni á annað borð að það verður maður að gera það almennilega eða ekki og þannig að það skiptir mig máli einhvern veginn að geta sagt mína skoðun og vera óhrættur við það og þannig að ég bara tók hennan pól í hæðina snemma, eða bara strax þannig að svona eina af mínum fyrstu greinum var með Kristján Jóhansson. Já. Það var eitthvað svona kallan þokulúður og það var því að hann var það skiptir ekki máli hvað það var allavega, ég var ekki hrifinn af hans túlkun. Og kallaður þá yfir því einhvers konar reiði góðan? Ekki svo mikið þá það pressa var náttúrulega ekki kannski svo mikið lesin en svo þegar maður fór að fara yfir á svona stærri fjölmiðli, ég var náttúrulega á DFF lengi og svo þegar DFF fór á hausinn einu sinni sem oftar þá fór ég yfir á Mokkan og þá mann ég var fundur á Morgunblaðinu svona áður en að ég hefði formlega ráðinn með Styrmi Gunnarsinni. Neyðarfundur? Styrmir sagði við mig ýmislegt af því sem þú hefur skrifað á DFF, við myndum aldrei birta það. Og svo var ég ráðinn og var þar í 7 ár. Svo fór ég á Fréttablaðið. Var þar í 13 ár. Já, voru það 13 ár? Alveg 13 ár, 2010 til 23. Þá svona kynntist ég þér sem sagt kritikar. Já. Ég byrjaði að lesa pislana þína. Var það 2010 séru? Já. Einmitt. Það var mjög, sérstætt á Mokkanum, þegar ég byrjaði á Mokkanum 2003 og þá var Morgunblaðið þarna í Morgunbladshúsinu þarna hjá Kringlunni. Og svona mjög gaman að koma þetta var svona mikil einhvern veginn gróska þó að blaðið væri í mikilli vörð gagnvart Fréttablaðinu það var samt að það var töluvert mikið lesið svo eftir því sem árin liðu þessi 7 ára þá fann maður bara alltaf lestur og alltaf að minnka og nú veit ekki hver hann var árið 2010 en hann var samt miklu meira lesin þá heldur en núna núna þetta einhver 80.000 manns eitthvað svoleiðis. Bændablaðið rústar Mokkan. Já, Bændablaðið rústar Mokkan akkurat og þannig að mér var farið að líða undir það síðasta að ég þurfti að klippa greinarnar mínar út úr Morgunblaðinu og líma þær á almenningssaleg svo einhver myndi lesa þær Já, þannig að það var megin ástæði þess að færið þið yfir á Fréttablaðið. Já, svo bara fór ég yfir á Fréttablaðið og það var bara þá fór aftur að vera rosa gaman að skrifa gagnrýni það var svo margir sem lása Fréttablaðið það var alveg rosalega lestur þá Já. Svo fór hann líka alltaf að minnka
og var orðin bara ekki svipur hjá sjón til það síðasta sko. En hefur pistil sem þú hefur skrifað, kritík, hefur hún einhvern tímann verið stöðuð af eða ritskoðuð? Nei, aldrei. Nei. Fólk hefur haft vita á að reyna það ekki? Nei, það er bara dauði sko. Já. Er erfiðara að skrifa gagnrýni í dag? Er meiri sykurhúðun í samfélaginu? Er meiri konsensus að við eigum ekkert að vera að tala það upphátt sem mætti fara betur? Eru verri tímar fyrir kritikari eins og þig sem skrifar beitta pistla eða finnst þú þurfa að gera það? Eru verri tímar í dag en segjum fyrir 1 áratug eða 2? Nei, mér finnst það nú ekki. Nei. En sko það auðvitað erfiðara að vera gagnrýnandi í dag út af samfélagsmiðlum sko. Þannig að það alveg rosalega skítur á kommentakerfunum sko. Bara fólk alveg leyfi sér að segja hluti sko sem maður myndi aldrei gera sko, bara fyrir framan viðkomandi persónu sko. Og og ég verð nú að segja með hann þetta Stefán Einar og skerpikjötið sko þó að þetta hafi náttúrulega verið alveg ótrúlega ómakleg gagnrýni hans á Nönnu Rögnvalds og hafi verið alveg ótrúlega ósmekklegur brandari sko og mann alltaf segir ekki svona sko. En sko það sem að fólk hefur leyft sér að segja hann á kommentakerfunum miklu verra heldur það sem hann sagði sko. Fólk virðist bara halda það bara megi segja bara hvað sem sko. Þannig að þessu leyti til er erfiðara að vera gagnrýnandi í dag út af þessu sko, það svo rosalega mikill hávaði. En það líka skemmtilegt. Já. Ég veist það sko. Ég veist það rosa gaman til dæmis svo að ég skrifaði dófinum MC Gauta sko, það var allt brjálaður honum sko. Það var eitthvað yfir 70.000 mann sem las hann. Og sko svona lestur hafði maður ekki meira sig á fréttablaðinu sko. Nei. 70.000 manns? Já, mér skilst það. Það hefði verið 70-80.000 manns sko. Já. Þetta var jólatónleikan hans og hann misböði á flestum sviðum. Algjörlega, en svo fannst mér svo skemmtilegt hvernig hann svaraði þessu sko. Já, það var svolítið gott. Þannig að hann byrjaði strax að selja inn á tónleikana á næsta ári sem að heita þá Helvíti og jörðu sem að var í mitt fyrirsögnin mín sko. Já, og þú gafst honum 1 stjörnu? Já, ég gaf honum 1 stjörnu. Já. Þú hefur gefið nú stjörnur? Ekki á Vísi. Ekki á Vísi? Nei, ég hef sko, ég nú reynt að nota skalan, sko, mér finnst alltaf mikið að maður með 5 stjörnur, sko. Já. Og það gefur auðvitað að það ekki allt frábært. Nei. Og það ekki allt ömurlegt heldur, sko. Sumt, og kannski flest svona einhvers stað mitt á milli, sko. Já. Þannig að mér finnst að bara eiga að nota hvarðan. Hvenær gafstu síðast 5, manstu það? Það var einhvern tímann í vor, var það ekki Jú, Parat eða Bryan Adams Bryan Adams er aðeinslegur og hann Parat var líka frábært. Ég maður þetta ekki alveg sko. Nei, ég var í Óbyggðum í sumar á göngu yfir Fjallshrygg í hópi og þá varstu nýbúin að skrifa hvernig var þetta? Einhverjir kórar? Ég ætti að tala kórtónleikana þess að alræmdu þarna. Já. Þarna Carmina Burana. Já, akkurat Carmina Burana. Og þetta var mjög skemmtilegu dagur vegna þess að fólk í halarófunni skiptist á að lýsa skoðunum sínum á allir þessum pistli og bara músíklífi landans. Þannig að þú styttir nú mörgum stundir til hvers væri maður að gera það. Aðalatrið er sko fyrir tónlistarkrönd að vera skemmtilegur. Já, að vera skemmtilegur. Það er aðalatrið, hann þarf að skemmta lesturinn. Og ef enginn væri að tala þig, Guð minn góður, hvað það hlýtur að vera Já, akkurat. En sko, ég man eftir að það var svona svolítið rauður þráður í hópi gagnrýnenda þinna þennan dag að þeirra sem fannst þú hafa gengið á langt. Þeir voru margir til sem að fannst þú bara frábær eins og þú ert og bara alltaf að skrifa filterslaust og ekkert að velta það fyrir þér hvað áhrif skrifin hefði á aðra, þú væri bara heiðalegur. En það var skoðun nokkura
að þú mættir kannski sýna áhuga fólki aðeins meiri vægð. Já, ég er sammála því. Þú ert sammála því? Já, þetta voru mistök hérna. Það var einhver ein setning í þessum dómi sem var mjög klaufalega, sko. Það var eitthvað, ég man ekki hvernig hún hljómaði nákvæmlega, það var eitthvað að, sko, kórstarf væri eini vettvang þar sem venjulegt fólk getur þóst vera listafólk. Þetta var eitthvað svona, þú veist, ég var alltaf bara að reyna að vera fyndin og þetta var bara lélegur brandari. Já, Þetta þess að sko ég ber mikla virðingu fyrir kórstarfi og ég hef sjálfur komið nálægt kórstarfi. Ég var sko 30, þá var ég undirleikarinn hjá Karlakórsla Akkulisins í nokkur ár, sko. Þannig ég kynntist alltaf kórstarfi og kórferðum og svona, og ég var líka starfaði alltaf með samkór Kópavós, fórum meðal annars í tónleikaferð með þeim til Bretlands. Þannig ég kynntist alltaf þessum svona kúltúr í kringum, sko, fylliríinn og þetta, sko. Þannig að ég svona tilgangurinn með þarna inngangir með þessari grein var nú bara svona að gera alltaf grína þessari kórmenningu. Já. Þú veist, það var nú bara það, sko. En þar hefur einhverjum fundið sem þú verður að sparka inn heilugu við. Já, ég meina, ég var það náttúrulega. En sko... En það var ég svona að reyna að bíðast afsökunar á einhvern penan hátt, sko, þarna eftir. En eins og ég nefndi áðan, þú ert mjög ritfær og óvenju ritfær maður að skrifa músík. Því það er ekkert hérna óeðlilegt að álykta sem svo að rithöfundar séu ritfærir, tónlistarmenn séu tónlistarmenn, en sko þú skrifar eiginlega betur heldur en flestir aðrir tónlistarmenn tónlist. Já, takk fyrir það. Hvað heldur að skýri það? Ég veit ekki náttúrulega. Maður sér að þú verð tíma í söguna, einhvers svona heildar hugsun. Þetta eru meitlaðar málsgreinar, sagan er skýr. Ertu lengi að skrifa þessa pistla? Pússarðu þá mikið? Nei, ég er fljótur að skrifa fyrstu útgáfuna, sko. Ég er nú svona bara klukktíma því, sko. Já. En síðan svona vil ég melta greina þetta alltaf, sko. Þannig að það er gott að taka svona sólarhring. Kælir þær. Aðeins að fíla þær, sko. Og þannig að það er sem sagt, þannig að ég reyna að vanda mig, sko. Já. Og er þetta ekki skýta laun fyrir mikla vandlætingu út í samfélaginu? Já, ég ætlum ekki að tjá mig það, sko. En sko, það er náttúrulega mikið að fjölmiðla fólki minni ætt, þannig að þetta er sennilega eitthvað í blóðinu. Eins og ég sagði aðan, sko, afi minn var náttúrulega blaðamaður og sem sagt við Hrafn Jökuls erum vorum þremenningar. Ömmur okkar voru hálfsystur. Og þannig að ég veit ekki, þetta er líklega bara í blóðinu, sko. Já, þú snemma hrifist af hinum beinskeytta og svona því sem er ekki fyllt þér að heldur bara. Svo man ég líka, sko, kannski partur af þessu þetta, ég var 10-11 ára, sko, og rosalega vinsælar bækur stjörnuspeki. Eftir hvorið sér Linda Gutmann, varstu eftir þeim? Já. Það voru svartar bækur, svona hver ein bók hvert stjörnumerki, sko. Ég sést sportreki og það var, sko, hún var alltaf að tala það sportrekar, þeir segja alltaf sannleikan, sko. Þeir eru með svona dáliðandi augnaráð og þeir segja alltaf, þú veist, og kannski hef ég tekið eitthvað til mín, sko. Ég sést sportreki ætti að vera, beinskettur, ég veit ekki. En sko, ég bara, eins og ég segi, sko, það er einhvern veginn. Þú veist, ég get ekki skrifað einhverja svona hálfvelgi dómar, sko. Það er bara svo leiðilegt. Það eru nægir aðrir það líka. Já, akkurat, sko. Ég ætla að ræða við þig líka tónlist svona vítt og breytt og galdur tónlistarinnar. Já. En ég veit að þú þarft að rjúka núna. Ég hef haldið þig svo lengi. Já. Hvað segir að komin hérna bara aftur síðar? Já, er það ekki bra? Jú. Frábært að kynnast þér. Já, þakka fyrir. Kæra þakki fyrir spjallið, Jón Sen. Takk. Og með þessum orðum ljúku við rauðaborðinu við samstöðuna í kvöld. Þakka ykkur öllum sem hlýtum, þökkum viðmælendum, tæknifólki og ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðarinnar og sérstakar þakkir fáið þið sem eruð í hópi áskrifenda eða styrktar aðila samstöðarinnar.
En ég heiti Björn Þorláksson, dagskránni lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.